Já, velkomin að Rauða borðinu á Samstöðinu klukkan 8. Þá var þetta fréttir hjá mér Sigurður og Magnús. Herðu, ætlaði verður ekki bara að byrja át í Downing-stræti 10 þar sem að Zelenský kom. Já. Og heimsótti þar forsætisráðherra Bretlands, kanslara Þýskalands og forseta Frakklands. Já. Það ekki mikið að þessu segja. Hann ætlar að fara á morgun til Ítalíu, tala við Meloni. Já, þetta náttúrulega, þetta svona alltaf færast til verri vegar, sko. Þeir miklu vandræðum þessir þríeykið sem að þeir lítar náttúrulega á það að þeir séu kannski þeir sem að geti mótað ykkur viðbrögð Evrópu við, þeir staðreynd að Bandaríkin eru bara að bakka út úr Evrópu, bakka út úr Úkrænustríðinu. Og þá leið, eða ekki, slaknar á getu Úkrænumanna til að Já, ég held að það sé bara eiga við Rússana. Já, en það ennþá verið að láta svolítið verið vaka að Evrópa geti stutt Úkrænumenn til áframhaldandi stríðs og ég fletti því upp hvað hefði kostað, hvað er mikil aðstoð farið til Úkrænu á fyrstu 3 árum stríðsins og það eru svona 16.000 milljarðar á ári. Og ef að íslenska króna þá. Já, 16.000 milljarðar. Það eru þessi sjóður sem þeir eru alltaf að gæla við að taka, sem er í Belgíu. Hann er 20.000 milljarðar. Þannig að hann myndi duga þá í svona 1 ár miðað við óbreyttan stuðning. Þannig að en ekki það svo einfalt að þó að sé búið ekki að halda á þessa peninga að taka þá. Ég held að sé bara það vill enginn tengjast í, belgarnir vil ekki samþykkja það og þá hefur komið svona hugmyndum að koma með eitthvað svona baktryggingu frá Seðlabanka Evrópu, ég held að hann hafi neitað því og þannig að þá er eftir, þú veist, ef Evrópa ætlar að styðja þetta að þá reiknast við til þess að væri svona á hverja 4 manna fjölskyldu í Evrópu svona 12.000 krónur á mánuði sem þá að leggja á í nýja skatta. Ein hugmyndi var svo að slá bara lán í vonum að það sé eitthvað framundan en ég held þetta sé bara svo stórt mál að ég veit ekki þessi kalla að því að reyna að finna lausn á þessu. En mér finnst líka einhvern veginn að teiknast upp eitthvað sko eins og Evrópa sé nánast að vangbrotin sko, þetta eru sko alvöru ríki, mikil saga og þeir eiga ekki her. Þeir eiga ekki utanríkisstefnu, þeir hafa bara tekið upp utanríkisstefnu Bandaríkjanna, svo þegar Bandaríkjamenn draga sér tilbaka, þá er það kannski óþarfi að vera með utanríkisstefnu Bandaríkjanna, en þá eiga þeir eftir að koma sér saman að búa til utanríkisstefnu og sér þú pólitíska fórustu í Evrópu sem getur ráðið við það? Nei, ég get endilega mér ætla að gera það, en nei, mér finnst bara sko Evrópa sem að sko við höfum öll farið til Evrópu og séð svona sko þjóðirnar og að þetta skuli vera í rauninni þetta veikt þegar á reynir. Þeir náttúrulega útvistuðu eins og sagt öryggismálu sínum til Bandaríkjanna og núna eru svona Bandaríkjamenn allavega þeir sumuleyti má segja að Bandaríkjamenn hafi skilið eftir þetta stríð. Þetta var eins og Rússar útskýrta þá er þetta viðbrögð við útþenslu NATO sem að í samkvæmt nýrri þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna að þeir eru á móti og nota mér þessu orðfærið sko útþensla sem að hefur verið bara eitur í beinum NATO-manna að heyra. Þannig að það verður stríð þarna og svo bara hlaupa Bandaríkjamenn frá og þeir hafa svo skert áður, þeir eru hlaupið frá Afganistan og þeir eru hlaupið frá alls konar. Og þá situr Evrópa uppi með þetta og Bandaríkjamenn segja þið verðið bara að koma á eðlilegu sambandi við Rússland. Og þannig að þú veist, þú þarft að leysa sko fjárhagslega þetta leysa Úkraínu að styðja Úkraínu, ekki bara til stríðs heldur bara til þess að halda Úkraínu á lífi. Já. Þú þarft að laga komast að friðarsamningum við Rússa því að Bandaríkjamenn eru farnir frá því. Þeir náðu sig ekki saman og þeir eru að segja bara við erum bara farnir. Það sem að Trump ætla að klára á 2 dögum. Þú þarft að byggja upp varnir fyrir öll Evrópuríkin í sameiningu.
í löndum sem er ekkert vön að koma sér saman í þessum málum því að til þess að í NATO þá er bara Bandaríkin lagt línunar og allir hinni sætta sig við það. En þegar stóri kallinn fer og þá fara kannski litlu kallanir allir að rífast og segja nei, ég vil nú freka fara þetta og það er svolítið að koma í ljós að þess að önnur sjónamið í Norður-Evrópu heldur en Suður-Evrópu, það er önnur sjónamið í Vestur-Evrópu heldur en Austur-Evrópu. Þannig að ég held þetta sé alveg sko, Evrópa sé í alveg stórkostlegu vandræðum. Já, þess vegna segir svona við höfum svona haldið annað. Myndin hefur verið önnur. Við höfum ekkert verið að pæla eins og í því smáatriðum, þetta hefur bara verið. Já, bara því að Bandaríkjamenn sáu þetta. Já. Herðu, hérna við skulum aðeins kíkja á aðra fjölmiðla. Þetta er Le Monde, þetta er franski miðlinn segir það að Rússarnir eru bara enn láti ekki beygja sig þrátt fyrir að þeir leika sér að því að segja þarna 11 ára tilraunum til að koma á frið. Þannig að það talar alveg frá þegar Putin tók Krím og segja að ég meina Rússarnir hafa aldrei breytt sínum áherslum allan þennan tíma. Þannig að þeir eru svona að draga það fram að líkurnar á því að breytist eitthvað núna á morgun eða hinn, ég meina hverju eru það eða verður ekki breyst í 11 ár. Og það eru mennum alls konar svona pælingar í blöðunum. Við erum með sænsku pressuna, það er Dagens Nyheter. Það er svona sérfræðingur þeirra í erlendum málum. Þetta er Lína Lund. Já. Og hún er að draga það fram sem að svo sem margir, þetta er svona sama fyrirsögnin við það. Það er ekki hægt að horfa fram að því að Evrópa stendur bara ein. Og það er ekki hægt að bíða eftir því að Bandaríkjamenn gera eitthvað eða taki. Nei. Það er það sem við erum að benda á þannig að sko Evrópa er ekki vön því að búa til sjálfstæða utanríkisstefnu. Þeir hafa bara verið það voru náttúrulega kannski frakkanir voru kannski svona kringum 80-90 svona eiginlega fyrir þann tíma de Gaulle að reyna að hafa sjálfstæða utanríkisstefnu var alltaf svona með svolítið svona sér línu inn í NATO Olof Palme í Svíþjóð en svona síðustu 40-50 árin hefur Evrópa ekki verið með sjálfstæða utanríkisstefnu. Erum við með Börsen, það er nú viðskiptablað í Danmörku. Og það er þeir eru með svona greiningu og þeir segja, og þá eru þeir að fjalla þann hluta af þjóðaröryggisstefnunni sem snýr pólitíkina í Evrópu. Það sem að höfundar stefnunar segja það að Evrópa sé í hnignunarskeiði, að það sé allt of mikil völd Evrópusambandsins og yfirþjóðlegar stofnanir hafa dregið úr áhrifum þjóðríkjanna, það er innflytjendastefnan sem röng og Evrópa sé bara kóðna niður og það verði hvað kallar þetta? Siðmenningarlegt hrun í Evrópu innan 20 ára ef ekki verður eitthvað gripið til. Eina vonaglætan er uppgangur hægri populíska flokka eins og AfD þeir nefna reyndar ekki flokka en það er alveg augljóst að þeir eru að meina AfD í Þýskalandi, Vox á Spáni, þjóðfylkingunni í Frakklandi, Reformflokkin í Bretlandi. Miðflokkurinn í Íslandi. Kannski miðflokkurinn í Íslandi. Og þá segir Börsen að Putin og Trump eru bara að spila sama leik og styðja sömu mennina. Og þetta sé staðan og ég menna þú kannast við fréttir undanfarið að Rússar sé að skipta sér að innanríkismálum og kosningum og eitthvað fleira í Evrópu. Nú verður að líklega þannig að Bandaríkjamenn gera það bara líka því þeir telja að vera alveg grundvallaratriði til þess að sé þetta treysta á Evrópu sem bandamann að þá verða valdaskipti í Evrópu því að öðrum kosti þá heldur þessi hnignun áfram sem ég var að segja frá áðan og innan 20 ára verður þetta orðin ríki sem er ekki áneitt treystandi. Þetta er nú ekki alveg víst að þessi spádómur rætist allur, sko. Jú, þetta er afstæðan og þess vegna er Börsen að skrifa það. Þetta er bara, ég meina, Putin er ekki að skrifa þetta. Sagt að það sé ekki hægt að eiga neinn samskipti við Evrópu með við hverjir eru við völda núna, en það verður kannski allt öðruvísi eða AfD kemst til valda í Þýskalandi og Vox á Spáni. Það er ekki víst að kjósendurnir segir það. Nei, þetta er bara í hraðri þróun. Já, það er það sem að Börsen er að benda á, að Putin og Trump eru komin í sama pólitíska liðið. Ég kíkti í pólsku pressuna og notaði Google Translate til þess að reyna að skilja það. Sko, þar er svona, að því að það er oft talað Pólland er ekki dæmi svona þjóð sem óttast Rússana mjög mikið. Og
Og þarna þeir að benda á að kannski þetta ekki svona slæmt og það hérna í frumvarpi sem hefur lagt fyrir þingið þar sem að bæði republikanar og demokratar standa að sem eru fjárveitingar og þá kemur meðal annars fram að það ennþá gert ráð fyrir fjárveitingum til bandaríska hersins sem náttúrulega út allt í Evrópu. Þannig að þeir eru að segja að kannski þeirra áreynir að þá muni kannski ástandi ekki verða kannski eins slæmt og en mér fannst merkilegt þegar ég var að fylgjast með þessu fréttum á föstudag og laugardag að lusta á, það eins og margar ríkisstöðar eru með, þá eru með svona enska stöð, pólska ríkisútvarpið, svo franska ríkisútvarpið og mörg eru með svona enska stöðar sem maður getur fylgjast með. Tónninn þar var alveg svakalegur. Bara þetta var svo mikið sjokk fyrir þá og þeir lýstuði bara yfir að þarna væru bara Bandaríkin væri eða bara stimpla sig út frá Evrópu. Og þetta myndi bara grafa undan öllu öryggi Evrópu og það voru vangaveltur það, þú veist, hvernig hangir NATO saman þegar að stóri búin að fara frá borðinu því að hingað til að allir bara hlýtt því sem að Bandaríkin segja. Og það eru svo ólík sjónarmið á milli norðursins, við höfum alltaf fylgst þar, við höfum svo til Herská, en það er vegna þess að við erum með Norðurlöndunum og Eystrasaltslöndunum svolítið í liði, Póllandi, Hollandi og Bretlandi, en þetta allt annað tónn á Ítalíu eða Spáni eða Portúgal. Þar held ég að séu fáið sem að líta svo á að öryggi Evrópu hangi á víglínunni í Úkraínu. Það er bara hérna í norðurinnu sem talað svona sko. Og þá eru þeir að tala í Póllandi að þeirra Bandaríkin draga sig tilbaka, að þá ekkert fyrir séð að Evrópu þjóðirnar sem eru 27 sem eru í Evrópu sambandinu eða ekki, að það tala einhverju einni röddu, þú sér það strax Ungverjaland og fleiri lönd eru með allt annan tón og þannig að þetta verður kallað að Bandaríkin séu svona friðarstillir í Evrópu að meðan að þeir eru að þá þá haldið aftur af öllum átökunum sem hafa alltaf verið þar en þegar höndin dregur sér tilbaka ég meina það verður friðar spillir sko því að hann búin að tala það að Trump að hafa áhrif á kosningar í þessum Evrópuríkjum. En meðan hann var með hendina yfir að þá deildi enginn það en þegar hann dregur hendina tilbaka að þá rétt að Þjóðverjar upp höndin og segja við erum nú sem að hafa öflugasta herinn í Evrópu og við til nú eðlilegt að við séum leiðum Evrópu og þá segja frakkarnir byrju nei ég kannast nú ekki við það og svo koma með alls konar svona sjónarmið. Það ekkert að því að þessar þjóðir hafa ekki settið saman við að móta utanríkisstefnu bara síðan að við vorum ungi menn sko. Já. Og annað sem er það er frá Íslandi, það er Arnór Sigurjónsson, hann er einn af fáum svona sem kallar hernaðarsérfræðingur frá Íslandi. Hann segir að þessi þjóðaröryggisstefna sé hann hefur ekki áhyggjur forsetinn svo bandaríski, hann bara sefur á ríkisstjórnarfundum. Ég veit ekki okkur að birta þessa mynd sko. En hann segir þetta sé stórkostlegt vandamál fyrir Íslendinga. Hann vil stofna her, hann bara að það er ekki fjölmennan en her. Þessu upplausn NATO skapi mikil vandamál fyrir Íslendinga og það er náttúrulega, svo er það eins og þú ert að tala að ef Bandaríkin eru þannig að þeir eru að skipta sér af pólitík sem þeir hafa reyndar alltaf gert sko. Þeir byrja bara núna opinberlega sko að þeir drægi sig styrki tilbaka og hætti ef að hinn og þessi sigri ekki. Þeir gerðu það í Argentínu, þeir gerðu svipað í Honduras. Og þeir hafa alltaf gert þetta í Suður-Ameríku en í þessari þjóðaröryggisstefnu er að segja að þeir hafi hugað að gera það sama í Evrópu og þá getur kannski verið fyrir segjum að vera að kjósa í Bretlandi þá myndu þeir segja að þeir myndu hafa góð samskipti og bara 10% tolla við Bretlandi ef að þeir kjósið reformflokk Nigel Farage sem held ég mæti í Hvíta húsið 3 í mánuði en ef við kjósa ykkur aðra þá setjum við 50% tolla og það er svolítið hættið að þetta er gróf íhlutun. Já, ég veit það. Bandaríkin hafa náttúrulega haft afskipti af pólitík í... Jú, en kannski ekki orðað svona opinberlega. Nei, það var svona fínna farið í þetta kannski í kalda stríðinu. En Arnór hann hafði þess að áhyggjur af þessu. En síðan að því ég nefndi þarna með svona veika stöðu ríkisstjórnana. Þá tók ég graf frá YouGov. Ég veit ekki hvort þú skiljir þetta eitthvað. Þetta er aftasta línan er bara nýjasta könnunin hvort að fólk treysti ríkisstjórn Starmers. Það eru 12%
Breta sem treystinni. Já, það ekki mikið. Okkar ríkisstjórn með 58% traust. Já. Og það eru 72% sem að treystin ekki. Og ég dróð þarna punktalínu eftir. Þetta ástand sem að Cameron komst aldrei í, eða May, þegar hún var alveg við að tapa öllu. Þá sló hún upp í þetta. Johnson náðu þessu ekki einu sinni í óvinnstildi sínar í COVID-tímanum. En Liz Truss náðu þessu þarna. Manstu þarna hausti þegar hún lagði fram alveg banal fjárlaga frumvarp og allt varð vitlaust. Og við erum eiginlega í þeirri stöðu með Starmer og á þetta hefur verið Er þetta ekki bara ótækt fyrir Bretana, hafi þetta svona, að hafa ríkisstjórn sem að nýtur ekki meira að treysta þetta? Það hlýtur bara... Svo ríkisstjórn, hún nær engu fram. Nei. Og þegar við erum að tala að nú þurfum við allir að koma hérna saman og móta nýja stefnu fyrir Evrópu, þá mætir Starmer, sem mætir Macron. Ég geti sýnt þessum að graf sem bara sama með hann. Hann nýtur einskis tröst inn í hérna. Sem mjög erfitt á svona tíma. Og Merz, kanslari, hún mjög óvinsall svo ríkisstjórn og ekki kannski hann ekki eins óvinsall en það er búin að setja skemur, heldur bæði Starmer og Macron. Það helst að Meloni njóti vinsalda og svo Kristrún Frostadóttir. Allar aðra ríkisstjórnir í Evrópu eru bara í stórkostlum vanda. Ég ætla aðeins seinna fjalla aðeins á Spáni sem fengið hvert áfætt á þetta öðru. En eitt sem ég var að hugsa þegar ég var að hlusta á pólsku ríkisstöðuna og skoða hvernig Evrópa var að fjalla þetta. Það vakti athygli hvað það var lítið fjalla þetta í íslensku pressunni. Það var bara pínulítil einfrétt sem var í Morgunblaðinu í Laugardagsblaðinu. En síðan kom ekki frétti á Vísi eða RÚV bara fyrir hann á Laugardagskvöldið og eftir að ég hafði verið að tuða á Facebook, ég var að býta hvað allir hefur rokið til og gert þetta því ég var að tuða en svo fór ég að skoða Moggann í morgun og Morgunblaðið náttúrulega búið að vera svona NATO-blað og þetta er bara NATO aldrei verið á öðrum eins tímamótum og núna. Og allir sammála því með Arnór Sigurjónsson og hann var með Albert Jónsson var hjá okkur í gær. Bara aldrei verið háskalugu tími hjá NATO. Og ég reiknaði með að fá línuna hjá Mogganum í leiðaranum. Það var ekki. Þeir voru að tala að forseti Alþingis hefði hreitt út í sér einhverjum óorðum. Nei, óheppilegum orðum. Já, en er það stærsta mál dagsins? Nei, en það samt mál. Andskotans vitleysingar eru þetta. Það kallað pakk. Hún var ekki að segja þetta í ræðu. Hún bara heyrðist segja þetta þegar hún gekk út úr herbygginu. Já. Og hvað? Nei, ég spyr. Það óheppilegt að það veist. Þú þetta muldrið hon í bringuna. Það ekki eins og sért að skrifa þetta og skrifa undir þetta. Nei. Þetta var leiðir í Morgunblaðsins á þeim tíma þar sem hefði það koma leiðir í Morgunblaðsins þar sem að Morgunblaðið myndi nýta alla sína greiningagetu til þess að segja lesendum hver væri staðan í öryggismálum Evrópu. En það var ekki. Nei. Hins vegar var heimildin, hann Jón Trausti. Hann var með svolítið snjallan leiðara í dag. Af því hann leggur út af þessu sem að í þjóðaröryggisstefnunni að það sé hrun siðmenningarinnar framundan ef að Evrópuþjóðirnar fel ekki þjóðirnis sinnuðum hvítum kristnum yfirburðarhyggjumönnum völdin í Evrópu að þá verði hrun siðmenningarinnar segja Trumpistanir en Jón Trausti leikur sér að það snúi svo við og segir að það verði hrun siðmenningarinnar ef að þessi menn komast til valda sem hafa verið að brjóta niður svona þann húmanisma sem hefur þó verið í okkar heimsluta. Ég meina að verið mannréttindi og að sömuleyti eru við kannski sem við búið hér hefnasta fólk í mækisögunni. Að þessi samfélög sem hafa verið hér svona frá stríðslokum eru líklega bestu samfélög sem að mannkynið hefur búið til. Og Jón Trausti að segja að það kannski hrun siðmenningarinnar ef að Trumpistanir komast til valda annar staðar. Þá eru náttúrulega að tapa þessu. Þá verður ekki, þá borgar sig ekki að vera útlendingur, borgar sig ekki að vera kona, borgar sig ekki að vera sósíalisti. Og við þekkjum alveg hvernig fasismin kýsa upp, að það verður mjög fljótlega. Þannig mér finnst þetta að heimildin sem er nú kannski yngsti miðillinn var með klókan leiðara á þessu tímamótum. Á meðan Morgunblaðið var bara stimplaði sig út. Alveg bara út á túnni.
Ég hafði, varst þú Reykjavíkurbréf Morgunblaðsins á laugardaginn? Já, þú, já. Já, ég postaði því. Já. Það var svona þraut, hvort að fólk gæti haldið þræði í gegn. Já, það var bara talsveit erfitt, sko. Já, það er svona flúðasiglingar. Ha. Þetta er svona flúðasiglingar eins og maður vissi ekkert hvert þessi straumur ætlaði að fara. Já. En veistu hvað hann var, hvað Reykjavíkurbréf var? Það er náttúrulega lofsöngur Trump. Trump. Það er ekki fyrsta sinn, sko. Nei. Og það og svo eitthvað ýmsir stjórnmálamenn sem hefur komið til Íslands. Já. Nei, ég náði ekki þræðina með þessu. Já, fór að tala þegar að Winston Churchill kom og ég var það að mamma sagði þegar Churchill kom út á svalir Alþingishússins í miðju sumri, rosalega gott viður og sagði þetta kallið Ísland. Herðu, það er allt annað stríð í það er út af jarðgöngunum og hérna frétt úr Austufrétt. Ég held þetta hefði nú verið boðaðu fundur hjá Viðreisn. Já, á veitingastað. Þau eru að flytja inn í félagsheimili. Þau ætlaði að fara að tala um eitthvað allt annað en þetta. En þá bara, einhver hafði ekki lesið dagskránna að Eyjólfur Ármannsson hafði kynnt slegið af Fjarðarheiðargöng deginum áður, ekki bara? Það var allt vitlaust þarna. Já. Og ég getum sagt það bara, Þorgerður Katrín Nei, hún var var bara brött, hún lofaði þetta. Hún er vön svona hita látum, sko. Hún er bara vön stríðsmannskja, bara gaman að hún bara tók á málnu. Kannski var hugmyndin að koma einhverjum allt öðrum skilabóðum á framfæri. Já. En þetta er... Þetta kaffarið allt annað. Austfirðingar hafa ekki jafnað sig á þessu. Nei. Og það er eitthvað af því hvernig þetta er kynnt af ríkisstjórninni. Þau hljóta hafa algjörlega vanmetið áhrifin af þessu sem voru að kynna. Alveg klárlega. Það getur ekki verið að þau hafa alltaf að kynna þetta og svo tökum við bara á okkur guðssonar. Ég trúi því ekki. Nei. Mér er líka skrítið að því að þetta eru, þau eru 3 sem eru þarna þeir eru að kynna þetta. Það er Daði Már, Kristrún og Eyjólfur Ármannsson og að það hafi ekki spurt hvort annað, var ekki búið að tala um Fjarðarheiðina eða... Ég veit það ekki. Nei, ég sá myndbönd. Svo kemur fram líka að Siglufjarðargöngin, þau eru ekki tilbúin til útboðs. Það veitur ákveða hvar þau að vera. Já, og finnir líka hvernig berg er það og svona. Þetta lítur að þau kom ekki bara að bora, þau þurfa að kanna eitthvað áður. Nei, en það var samt ég sá myndband sem að Kristrún hafði látið taka af þeim bæði, fyrst voru þau að labba á fundin svona stemming og svo kom hún eitthvað svona frá Ingólfi Arnarsinni, labbaði nú kveikjum við á borunum, eitthvað svona. Þannig að ég held að þau hafi haldið þetta yrði almennt vel tekið. En mér finnst það verið hvergi, sko. Ég kíkti reyndar ekki á Feiki í dag en ég kíkti á hann þegar við vorum að fjalla um þetta í síðustu viku og það var ekki svona jákvæð frétt þar, sko. Í Skagafirði. Herðu, en þetta var í Morgunblaðinu í morgun, hitafundur samgönguáætlun. Þetta er bara sama og við höfum verið að fjalla um. Herðu, Gunnar Gíslason, veistu hvað það er? Nei, ekki þessi Gunnar Gíslason. Það er næsta frétt hérna. Já. Hefurðu séð hann að mann áður? Nei. Við höfum verið að reyna að geta okkur til þess hver þetta er. Við veitum að hverju mynd á honum. Þetta er lögmaðurinn sem hefur sittið í gæsluvarðhaldi svolítið lengi. 3 vikur. 3 vikur. Já. Og áður var síminarsleraður og staðsetningatæki komið fyrir bílnum hans. Já. Og hann segist alsaklaus á öllum ábyrgði að vera í skipulagðri brotastarfsemi, hann sé verjandi og hann hafi nú verið albanar hafa leitað til hans, hann hefur verið þeirra talsmaður. Þannig að hann þekkir fleiri en einn úr þessum hópi. En veit ekki allir hvað mál erum að tala hans. Það voru hvað var verið að búa til eiturlyf einhvers staðar norður í landi? Raufarhöfn, Borgarnesi og einhvers staðar á Suðurlandi. Og þessi sem var í Borgarnesi, það er sá sem að Gunnar Gíslason er verjandi fyrir, skiljið þetta rétt. Já, en hann segir í spjalli, það var reyndar ekki flutt spjalli, þannig að við virtist bara að tala við blaðamann á Freyki Gunnarsson, ég hef tekið viðtal við hann.
Það sem hann segir eiginlega ástæð fyrir hann sitt inni að hann hafi strókið honum Úlfari fyrrum lögreglustjóra á Suðurnesjum eitthvað rámt. Og það kom fram í viðtali sem við nú vitnað í sem Helgi Seljan tók við Úlfar. Það sem hann að tala að einhver lögmaður hafi lekið nöfnum á einhverjum lögreglumönnum og það þessi sem sagt Gunnar. Þannig hann eiginlega að segja að hann hafi sitt í gæsluvarðhaldi að því hann hafi móðgað lögguna. Ég skil ekki betur. Ég er ekki kennið þér það. Ég er ekki að segja að það gerir það. Við verðum að vona að lögga sig ekki voru svo klíkuð. Það hefur nú annað eins og við gerst, eitthvað sem að fer með völd að verður persónulega reiður og lamið einhvern í hausinn með kylfu, það hefur nú gerst. Já, það þoli ekki allir að fara með völd. Nei, þetta mjög furðulegt mál. Já. Herðu, annað furðulegt mál kannski skólastjóramálið. Já, þetta alveg ótrúlegt sko. Þau mættu skólastjórnendur, skólamistarar á fund Guðmundar Inga Kristinssonar. Já. Og þau komu bara eiginlega út eitt spurningamerki. Þau náðu ekki hvað hann var að segja. Nei, hann nú ekki alltaf skýr, sérstaklega þegar hann svona mikið niðri fyrir. Já. Það var svolítið erfitt að skilja hann. Já, og stressaðu kannski. Hann er mjög stressaður. Það erfitt mál fyrir hann. Já. En hann nú með svo, held ég, öflugan aðstofamann sem Ágúst Ólafur. Ekki lítur það þannig út svona með að við síðustu fréttir. Þannig hefði eitthvað mátt segja, eigum við ekki bara að sleppa því eigum við ekki bara að halda áfram, gefa þessum ársælana 5 ári viðbót í staðin fyrir að taka þessar guðsur. Já, en ef það einhver stefna að fara í einhverja breytingar. Trúirðu því? Mér finnst þetta allt saman koma bara eftir á. Nei, ég getur samt aldrei þetta sé bara skáldskapur bara svona 1, 2 og 3. Já, mér finnst skólastjórarnir trúi þessu ekki. Nei. Þessi skólastjóri sem allt í einu bara missi vinnuna þarna á Egilsstöðum, hann trúir því ekki. Ársæll trúir því ekki. Nei. Ég held að þessi búið að menn sem hafa sko í störfu sínum bara verið bara án okkur átaka eða vandræða, haldið sína fjárheimilda Það voru menn ránir í haust þess að fengu endurnýjaðan samning. En síðan allt í einu kemur Ársæll og þá fær hann það ekki. Og þá pikkaður upp eitthvað sem að næstur röðinni, hann fær það ekki heldur. Og þetta hljómar svolítið svona eins og eftir, þú veist að tala góðan aðstofamann. Góður aðstofamann þetta laga þessa söguökkunin alltaf þannig að hún kæmi þá heil í upphafi. Hann kæmi ekki eins og svona eftir á skil. En svo það kannski líka mjög einkennilegt að skólamistarinn á Egilsstöðum, hann heyri bara af þessu í útvarpi. Hann lá svo á Flokki fólksins að laga sína sögu. Segðum við þá Hefði aðstofamaðurinn góði ekki átt að ringja í Egilsstaðamanninn? Ég hef aldrei hingað að Ágúst Ólafur væri bara ansi velgerður maður sko. Hann kannski bara með inflúensu faraldur sem gengur, kannski hann bara ekki í vinnunni. Við höfum ekkert séð hann í þessu máli, Ágúst Ólaf. Nei. Þannig að við getum ekki kennt honum það. Nei. Ráðherrann ber ábyrgð á þessu. Já. Það ein frétt sem að koma á DFF þetta mál. Það hann Ársæll. Þetta minni bara á Felix í Felix og Klöru. Hann það gerði eitthvað svona þegar skóparsmáli var fyrra árinu. Það var teikning í mokkanum og hann lét búa til púsluspil út úr svona gaman teikningu Morgunblaðsins. Og svo var þetta alltaf á kennarastofunni. Þannig að hann var með svolítið svona fæting og derring allan tíman. Þannig að þarna stendur að starfsfólk Borgarskóla hafi blöskrað. Það var að stilla upp þessu púsluspili. Sem var svolítið svona. Þetta er svona. Ég held að það hefur bara, hann hefur bara svo mikið náðu á púsluspilum, hann hefur bara komið með hellingaðum. Nei, hann hefur ekki verið í vinnunni bara verið í púsluspili. Nei, ég tók sem krakkarnir getur gert þetta í frímyndum. Nei, þetta er svona augrunnar eitthvað hjá honum. Þannig eins og maður heyrir alveg í því hvernig hann svara þessu málum og honum alveg ósagt að taka þátt í einhverju fæting við Flokk fólksins. Hann leiðist það ekkert. Nei, langt í frá. Herðu, Morgunblaðið talandi Guðmund Inga.
Við erum að tala um Morgunblaðið, Guðmundur Ingi fór í fílu við Morgunblaðið og við erum nú reynt að útskýra þessa deilu hérna svolítið oft að Morgunblaðið var að vitna í könnun á meðal starfsfólks félagsmiðstöðvar minni mig sem að sögðu að neysla hefði aukist. Guðmundur Ingi andmæli því og segir samkvæmt rannsókn og greiningu neysla ungmenn alls ekkert að aukast. Og núna dregur Mogginn fram einhverja tal við fólk sem hefur unnið náttúrulega barnavernd sem hefur þessa tilfinningunum sé að aukast. Þannig að hann bara verið að vitna í sikkura hlutin alltaf. En og ætla að halda því áfram. Já, Mogginn alltaf. Guðmundur Ingi hafði sagt hérna við að frétta því, hann ætla ekkert að tjá sig meira um þetta mál. En það er önnur svona frétt sem með skrítin í Mogganum, sem þetta stjórnarandstöðu formenninir allir. Fjárlagafrumvarp í ítrundu verðbólgu. Þetta kemur alltaf í umræðinu fjárlagafrumvarp. En málið til dæmis varðandi Seðlabanka þegar hann að útskýra háa vexti og baráttu sína við verðbólguna. Hann minnist aldrei á ríkisútgjöld. Nei. Hann ekki að tala um það að ástæðan fyrir verðbólgunni sé halli á ríkissjóði. Hann aldrei talað um það. Nei, hann hefur talað um ofþenslu á vinnumarkaði og hitt og þetta sem nefnt til. Þannig þetta tal að vegna þess að það sé verðbólga að þá verði ríkisstjórnin einhvern veginn að loka fjárlagagatinu og helst að skila miklum afgangi. Þetta bara eitthvað sem stjórnarandstaðan sjálf heldur fram. En mér finnst það svona rántur á þessu að vísa til þess eins og það sé einhvern veginn gefið. Því ég held að sé ekkert margir hagfræðingar sem myndu koma fram núna og segja eina ástæðan fyrir halla á ríkissjóði núna, verið verðbólgunni, halla á ríkissjóði. Ég bara held að enginn kemur. Þetta verðbólgan fyrir nú lækkandi sem betur verið. Já, ég held að það sé bara út af samdrætti í samfélaginu. Já, það var stefnt að því. Já, bæði svona óvart að fyrirtæki bara fara á hausinn. Eins og, hvað heitir það, Play og Bakki og svo bílun í járnblendinu, álverinu upp í Norðuráli. Já, og einhver sem ég búin að týna, það einhver samdráttur líka í járnblendinu og það svona hitt og þetta sem kemur og það augljóst held ég að það ekki vöxtur í ferðaþjónustu. Það getur fengið þess að mynd aftur úr Mogganum. Já, fjárlagafrumvarpið. Tekur að skrifa þetta? Óskar Bergsson. Já, fyrir borgarfulltrúi Framsóknar. Nú það hann. Ég sá nafnið þegar ég var að skoða þetta og sagði, nei, ekki hann að skrifa. Hann blaðamaður á Mogganum. Skrifa mikið borgarmálefni, sagði Dóra Björn mér fram í gær. Þá má myndin fara. Já, herðu, en þá skulum við, að því við erum að tala um þetta, þá Seðlabankinn, hann hættur að kaupa gjaldeyri. Þetta úr viðskiptablaðinu. Og hann búinn að kaupa fyrir 62 milljarða króna. Að kaupa evrur og það gerir hann til þess að passa það að íslenska krónan styrkist ekki of gagnvart evru. Þannig ég bjó til graf eða sótti graf og setti inn að þetta tímabilið þar sem að kaupa evru og það tímabil þar sem að krónan, eða þess að evran að detta niður í svona 143 og fer svo alveg niður í svona 142 og niður í 141 að það líkar ekki Seðlabankanum og svo þegar evran styrkist og krónan veikist að þá hættir hann að kaupa og hún núna farin að nálgast 150, svona 148, 149. En þetta 1 ár, þetta 2 ár fyrir ekki og þú sér þarna upp í að krónan hefur veikst 1% gagnvart evru á síðustu 2 árum. Að því það svo oft verið að tala um þessi ónýtur gjaldmiðill og verðfalli allt svona. Mér finnst það svona að því að síðustu 15 ár þetta bara ekki satt. Að því að menn að vísa til þess eitthvað sem gerðist á síðustu öld og eitthvað svoleiðis. Þannig að það væri rosa gaman ef það myndi einhvern tímann myndi hætta að beita löngu útdauðum rökum fyrir máli sínu. Sjálfsagt þú vilt taka upp evru. En þetta ekki röki fyrir því að krónan sé alltaf að tapa verðgildi sínu. Hún ekki tapa verðgildi sínu 15 ár. Já. Herðu, við vorum aðeins að tala um Bandaríkin og þjóðaröryggisstefnuna. Hluti af því sem ekki minnst á Grænlandíinni, nema það minnst bara á vesturhvel jarðar. Og þar Bandaríkin að sækja auðlindir, fágæta málma og eitthvað fleira og sýnir svolítið áhuga þeirra á Kanada og Grænlandi en líka á öllum ríkjónum í Mið- og Suður-Ameríku. Og þetta frétt úr pólitíkan og þetta viðtal við konu sem að verður bara á Grænlandi og segir mér verður bara illt í manum af öllum þessum bandaríkjamönnum sem maður að rekast á, rosalega mikið af bandaríkjamönnum og maður veit aldrei hvort þessi ferðamenn eða hvort þessi bara leyniþjónustan að störfum.
þetta er svona stemmingi þar. Já, já. Herðu, það var frétt umferðinni. Já. Þetta er gangbrautin sem er hérna bara rétt hjá okkur. Þetta er við Nordica, hérna gamla Hótel Esju. Já, já. Og ég sé ekki, það er ekki fullirt beint í fréttunum að hún hefur verið að ganga yfir á Grænu. En það kemur fram að ökumaðurinn hafi ekki verið ölvaður og ekki verið í farsímanum. Þannig þá reikna ég með að hún hefur verið að ganga yfir á Grænu. Og hún er stórslösluð. Hún er eldri kona. Og bara hryllilegt að... Ég fór strax í ykkur aðgerð þegar hún kom sér ykkur á sig. Sko, ég nota hérna gangbrautina hérna við Hátún hérna, sem er sagt, yfir Laugaveginn, efst á Laugaveginum hérna á gamla sjónvarpshúsinu. Og yfirleitt fer ég bara yfir án þess að hérna íta á ljósið. Af því að þetta kemur í svona gusum og ég bara bíða eftir mér af því að ég get ekki verið að stoppa 7 bíla eða ég er bara einn að lappa yfir. En stundum er það bara svo mikið að gera að ég íti. Og ég teki eftir undanfarið að eftir að kemur rautt hjá bílunum og eftir að komi grænt hjá mér, þá keyra yfirlega svona 2-3 bílar yfir. Já. Og þetta er eitthvað svona, þetta var ekki svona fyrir 10 árum og ekki fyrir 5 árum. Svona hægt og bítandi þá hefur bara orðið til einhver hefð í umferðinni af því allir hegða þessi bara eins og hinir. Sem að þýði það að fólk þykist vera svo gáað að hérna, það er ekkit, þó þessi komið rautt hjá mér þá er ekkit komið grænt hjá honum og heldur áfram að keyra. Og mér finnst það hérna, ég veit ekki hvað þetta gerir í þessu, ég hef alltaf hugsað að því að mér fannst þess að það væri bara svona síðustu 10 ár, varla verið banaslys innan Reykjavíkur, því að þegar ég var barn þá var bara reglulega fólk að deyja í umferðarslysum innan Reykjavíkur, en það hafði ekki verið langa tíma fyrir að hérna, hoppjólinn komu, að þá fór þetta að koma aftur. En ég fór að hugsa, með þessa hegðun, að þá held ég bara að fara að verða banaslys hérna, sko. Já, sko, það gerist stundum að stoppar á rauðu og þá kannski fara 2 bílar sko fram úr manni eftir rauðljósið komið sko og hinakrinni bara. Þetta breyttist viðmiðunin, breyttist bara fyrir svona 6-7 árum. Kannski með uppkokið miðflokksins, ég veit það ekki. Ég þetta stundum brugðið við þetta sko. Þetta endar illa sko. Já. Endanum þá hérna munu bara eitthvað deyja út af þessu. Já. Því ég er hann við Hátúnið og þeir sem eru að keyra svona hratt yfir, hvar heldur er endi? Rauðaljósinu, sko, hvað er svona 110 metrar frá? Hver verður fyrstur að rauðaljósinu? Já, eins og svona, ég lýsir stundum eins og hver verður fyrstur á ráspól eins og í kappakturinn, sko, komast fyrstir að stöðunarlínni. Hvað erum við með næst? Já, þetta er eiginlega... Mér finnst þetta skrítið, þetta var í Mogganum líka. Af því að breytingar á viðgerðirnar á þessu húsi kostu 6 milljarða. Er þetta ekki elgum frétt? Ég veit ekki. Það þurfti að hérna náttúrulega taka þetta hús meira að minna upp bara og byggja það nýtt. Mér finnst að lesa þessa frétt fyrir einhverjum árum síðan, sko. Nei. Hann segir þarna orkustjórinn, hann segir þetta sem mikið áfall. Sævar fyrir. Já. Þetta er kostulegt hús. Þannig að það var öll Álman hérna sem er komin hérna er á myndinni hérna sem er ljósari hún var öll hérna mygluð. Já. Ég kom einu sinni í þetta hús hérna átti erindi, þá var ég að vinna hjá það sem núna heitir Sín og var að skoða því Orkuveitan átti hérna ljósleiðaran og við vorum að leita leiðum sko að því að þurfti að endurnýja hérna afruglarana og dreifikerfið. Það voru að skoða hvort það væri eitthvað svona möguleikar í því og þá hitti ég forstjóran hann efst uppi og hann hérna tók á móti mér í svona fundarherbyggi sem að hefur örugglega verið pláss fyrir 20 manns í fundarherbygginu með gluggum í allar áttir með ótrúlegt útsýni yfir sundin og eitthvað fleira. Og svo settist ég svona einhverjum svona 3 sætu frá í þess áttina hann við endan og svo sagði hann hérna, ertu ekki svangur? Og ég sagði, nei, klukkan 2, ég var nýbúin hádegismatur. Það sagði, nei, ég borðaði bara í hérna hádeginu. En vill ekki fá kannski svona smörrubröð, ég var nú sem að fá með svona smörruð, jú, ég get alveg fengið það. Svo kallaði hann eitthvað. Kemur maður sem að ég man eftir að vann sem þjónn á Hótel Sögu með hvíta hanska, bara þjónn, bara eins og það var að koma úr grillinu. Kom og svona talaði eitthvað við hann og þá var hann að panta eitthvað. Og svo heldum við bara áfram að ræða og ég var eitthvað að spurja hérna ljósleiðara. Svo kemur þjónninn aftur
með stærstu rósbíf smörðubröð sem ég hef séð. Maður lendi stundum í Bandaríkjunum að sko steikunar eru svo stórar að lafa út fyrir diskin. En það var það þannig. Það var svo bara að vera hálft naut á disknum. Og þá var það komið að hann alltaf var að borða og þá gerði hann svona. Og þá myrkvuðust allir gluggarnir. Hvað er þetta? Þetta var nú glæsileikin á þessu húsi. Já, má ég segja annað, ég var í þetta hús að taka við til Valfríð Þorsteinsson og það var svona grindar vetur og ég legg bílnum á bílaplaninu og ég stéttin alveg við fljúandi hál og svo alltaf aldrei geta opnað hurðina sko að því að vindur svo ég kem upp og segi orku þetta, okkur ekki hiti í gangstéttinni og rafmagn í hurðinni þvælu þetta en þá vita þau það ekki, þau kom bara inn í bílagiftluna niður í sko en mér finnst það alveg fáránlegt orkuhúsið sko að fljúandi hált á gangstéttinni og alltaf þetta opna hurðina á móti vindi. En það var nú mikið fjallað með þetta á sín tíma með þetta mötunetun líka, fjallað mikið á það. En það var svo fullkomið að þeir hefðu ekki elda held ég fyrir alla Reykjavík bara. Herðu, þetta var nú annað, hvað eru við með næst? Það er rugglaðist eitthvað dagsræðum mér. Herðu, það er félag textahöfunda og lagarsmiða, tónskálda og textahöfunda. Þau vilja ekki að RÚV taki þátt í Eurovision. Páll Óskar hefur verið svolítið látið í sér heyra. Við erum aðra að frétta að þetta kom nú við sögu bara í flaggskipi RÚV að það var Benni Erlings að tala að hann var að vonast til þess að stjórn RÚV hefði kjark til þess að hafna þessu. Við viljum ekki taka þátt í þjóðarmorðsveislu og nefndi að við getum bara haldið bara okkar eigin eða í kompaníi með hinum eins og við nefndum síðast þegar vorum að ræða þetta. Þetta fína þjóðir, Írar og Spánverjar. Já, svo eru fleiri búin að bæta stið. Já, en þetta eru góð músík frá Spáni og Írlandi. Betri frá Írlandi, eða Ísrael. Já, svo eða Þýskalandi. Já, og svo hefðum við líka svona Páll Óskar ágætur í þessu máli. Sko. Já, hann hefur verið Við erum kjart til að vera stórir. Já. Eða stór. Herðu, hvað heldur að gerist? Ég hef spurt fólk að því hvort þetta er að vikti meira buddan sem er þá auglýsingadeildin sem vil selja multimonni peningaglás eða samviskan. Samstæðan með hvort samviska RÚV eða buddan í RÚV. Já, hvort við þingra. Hvort er ræður. Það er buddan ef það er mögulegt sko. Já. Ég er hættur að það séu komnir of margir sem að vilja við tökum ekki þátt. Það verður gríðarlega óvinnsal ákvörðun ef þeir ákveða að vera með. Og ég sé ekki hvernig ég geti tróð Moggi myndi fagna því og Stefán Einar sem er nú mjög ákafur stuðningsmaður þjóðarmálsins og svona nokkrir í viðbót. Já, en svona heilt yfir. Hann bara hafnar því að þetta þessu kalla þjóðarmál. Ég held að Moggi sé eini fjölmiðillinn í heimi sem kallar þetta ekki þjóðarmál. Fyrir utan náttúrulega bara eitthvað sem er gefið út í Ísrael. Ég held að það er bara New York Times og svona sem er nú gefið út að gyðingum í New York viðurkenni bara þetta er þjóðarmál. Það endaði að því við erum að RÚV, þá endaði þátturinn Felix og Klara og það kom strax bara daginn eftir dómur á Vísi. Þetta var of leiðilegt til að vera skemmtilegt fyrirsögnin hjá Magnús Jochum Pálssyni. Ég er búinn að sjá alltaf þættina. Og það eru 5 stjörnur í boði, hann gaf 3, hvað vildu þú gefa? Hvað ég? Já, alltaf ég ætla að bæta við einni. Sko, þetta er sumt að þessu svona en sko, bara til þessi leikurinn hjá þessum tveimur og ég byrti nú á Facebookinni minni mynda af Eddu Björgvinsdóttur sem svona konan sko, sem vonbrigðin og bara hreigðin í andlitun á henni að bara sko bara ein sérstök stjarna bara fyrir það. Já, allavega það. Nei, svo eru þau bæði búin að leika bara mjög vel og svo er að sko þetta er svona kall sem er svolítið svona mískilur aðeins ræður ekki við hlutverkið sitt sko og er að gera eitt og annað svona sem að eins og ég veit að þú ert ekki búin að sjá þetta allt saman. Nei, ég ætlaði að fara að byrja og svo hvernig ég það er að fóra í fílu sko. Það er að fara að fá verri influensu til þess að taka 8 þetta þessu. Það fór í fílu að það myndi ekki eftir afmælisdeginum hans og svo fer hann upp og heimsækja hann á sjúkrahúsið og er rosalega afundinn og leiðilegur og
Já, ég held að hún myndi nú óska mig til að hafa mikið með daginn, segir hann eitthvað, og hún segir, nei, hvað, okkur ætti ég að gera það? Nei, þú er kannski búin að gleyma því að ég á afmæli í dag. Afmæli í dag? Nei, þú ert afmæli á morgun. Þá var hann búin að sitja heim einn með tertu, sko, kom enginn í afmælið hans. En það var svona, þetta víst sumt að þessu fyndið og svona durgur, það svona durgur þessi maður. En ég teki eftir að mikið fólk að tala þetta. Það eru mjög margir ánægðir með þessa seríu og það töluvert talað hana. Mér fannst það svona fyrstu 2-3 vikurnar eins og þetta væri ekki að ná flugi, en nú þetta er ná flugi og saminað fólk að spjalla þetta. Og mér finnst það gott ég að vísi að koma með svona dóm bara. Já, ég las hann í morgun. Ég er ekki náttúrulega alveg samlað. Mér finnst þau tvö, sko, þau vinna bara leiksigra, sko. Og Edda Björgvinsdóttir sem var alltaf svona grínleikonan okkar, sko. Hún er reyndar leikið meira dramatík á síðust árum. Það eru fleiri dæmi það að grínleikarar gerir vel dramatík heldur en öfugt. Já, ég get vel trúa því. En hún gerir þetta alveg, sko, einstaklega vel, sko. En hún er litla manneskjan í sambandinu. Hann er sá sem er alltaf til vandræða, sko. En já, svona kall sem að flytur úr húsinu sem að byggði í þjónustíbúð. Herru, ég kíkja á þetta bara. Já, þetta er bara fín afþreying. Netflix ætlaði að kjósa Werner bræður. Já. Og Trump svona hælir forstjóranum og en segir svona að það geti verið vandamál að þessi með ofstóra hlutdeild og þá hugsa ég að hann ætlar að vera með svona skilyrði, sko, hver verður fréttastjóri í CBS og eitthvað. Það er alls konar dót undir þessu. Það er HBO og það er alls konar drasslana. Já. Og hann hefur haft svo gríðarlega afskipti af fjölmiðlunum. En svo kom önnur frétt bara núna áðan, sko, að Paramount er að koma líka með móttilboð, þannig að það er ekki víst að Netflix kaupir þetta. Nei. Við erum með frétt frá þjóðgarðinu, hvað er Skaftafelli? Já, þetta er... Hvað er rosalega ljótt? Já, það er einmitt það, máli snýstu það, hvað þetta er ljótt. Hvað er þetta verið gámar eða? Þetta er að vera, sko, svona sumarhús, eða svona hótel eða, hvað er þetta, mótel eða eitthvað. En þetta er breyst frá upphafi, sko. Húsin áttu bara held ég verið 10 og á einni hæð, en eru 22 hæðum. Og þetta er svona ljótt. Já, þetta er bara það sem kemur inn í tjókarinn í Skaftafelli, sko. Er þetta það sem að bátarnir eru og þú getur farið, er þetta þeim megin? Já. Skaftafelli? Já, ég var ekkert komin á Lónið, sko. Já, nei, þetta er Skaftafelli. Það er svo fallegt í Skaftafelli. Fallegt? Já, mjög. Mér það ég verið að sýlir því að húsið séu þá svona skaplegt. Þetta er svolítið kannski gróf mynd, sko. Aðkomin af þjóðgarðinum staðan fyrir að þegar keyrir að þú sjáu bara þjóðgarðin, sko. Já. Var ekki eitthvað fótboltamaður sem ætlaði að búa til svona hótel úr gámum? Það er gömlu vinnuskúrum frá... Nei, það var pappi Hermanns Hreiðarsson. Já, sem að fundu vinnuskúrarnir... Hreiðar Hermansson. Jú, hann gerði það, strakta hótelið og hellu. Já. Og svo er hann búin að byggja nokkur annur. Ég held að það væri svoleiðis, að það eru gamli vinnuskúrar. Nei, er þetta ekki svona krossviður að þetta? Bara eftir að klæða þetta? Ég veit ekki. Þannig að ég kannski móðgað eitthvað arkitekt stórlega, kannski. Já. Herðu, við erum í ferðabransunum. Já. Ígul Golfferðir, hvað er það? Það er, ég veit ekki, nema það sennilega ferðarskrifstof sem seldi Golfferðir. Og það er náttúrulega með fór illa út úr gjaldþroti Play og er ekki allir búin að fá greitt út úr tryggingum og fleira og þetta félag sem að ég ímynda mér að Play hafi ekki verið svo náðarhöggið að það er það og það farið líka bara sem sagt lifir þetta ekki af. Nei. Því að þau þurftu að borga, kaupa, koma fólkinu heim með dýrum hætti. Já, tryggingarnar eiga að gera það. En það sama, þetta er eiginlega bara margfeldis áhrifin af svona valið. Þannig að lítið fyrirtæki sem að starfa í einhver tíma og allt í góðu og svo fara bara einn og lominn. Hvað er með hana? Ég er frétt frá Spáni. Þetta er nú bara pólitísk frétt, sko. Þetta er að samkvæmt könnunum að þá er þjóðarflokkurinn sem er svona sjálfstæðisflokkur þeirra á Spáni og svo Vox sem er svona kannski miðflokkurinn
svona þjóðfylkingarflokkurinn sem enda svolítið staðbundin. Hann hefur svo mest í Andalúsíu og svona fyrir sunnan og hann er stjórnmálinn að Spáni eru náttúrulega flókin þú með sér flokka í Katalóníu og Baskalandi og okkur leira. En ég hef sagt nokkra fréttir af hneykslum sem hafa verið þarna, allt tengist sósíaldemókrataflokknum. Og það meðal annars samgönguráðherrann sem keypti af vini sínum grímurnar fyrir COVID og fekk ókeypis aðgang að húsnæði í staðinn. Það var sitt hann í 24 ára fangelsi og núna er hann í gæsluvarðhaldi því að það talið líkur á því að hann sé að flýja. Ég hef verið að segja sérstaklega Bjössi því að hann skrifaði spillingabók. Þá var ég að segja svona hvernig Spánverjarnir taka á spillingu því að sér það fyrir þeir að einhver svona maður fengi 24 ára dóm á Íslandi. Það er ekki hægt, sko. En þarna sást á grafinu að það flokkurinn sem græðir á þessu er Vox sem svona þeirra miðflokkur. Súmar og Podemos eru svona nýjar útgáfur af vinstri flokkum sem eru vinstræmi í sósíaldemókratana sem gerðu svolítið svona lukku í stjórnmálum Spánar á eftirhrunsárunum en eru orðnir ansi veikir. Það vantar ekki eitthvað svona, það vantar ekki þessu okkur endurnýjun. Hérna er ein stór frétt frá Financial Times eða svona sem að Kína er að skila viðskipta afgangi upp á $1 trilljón. Það eru svona 128.000 milljarðar sem að landsframleiðsla á Íslandi er svona 4,3 eitthvað, þannig ég veit ekki hvað þetta er alveg gríðalegt. En það ástæðan fyrir að kemur þessa frétt núna er að allar þessar tilraunir Trump til þess að draga úr vægi Kína í heimsviðskiptunum virðast ekkert ganga eftir. Nei. Og ég held, og við höfum tekið stundum dæmi að því þegar hann er að setja tolla á eitthvað og svo semur hann eitthvað og menn er að lofa að koma og fjárfesta í Bandaríkjunum að þá gerist það yfirleitt að menn beinir það bara viðskiptunum annað. Ef tollarnir eru hærri í Bandaríkjunum að þá verður allt í einu eftir svona verðar að stunda viðskipti við Kína eða eitthvað aðra. Ég held ég að veist að á samstöðun líka eitthvað sem er til þess útflutningur kemur á bílum kemur náttúrulega mjög illa við Bandaríkin. Já, þetta eru bara meira þess að var ég tók leigubíl einhvern tímann fyrir svona 1,5 mánuði og keyrði á kínversku bíl og hann hélt tölu, það er náttúrulega svolítið varasamt að tala við kalla bílana sem þeir að keyra, þeir eru oft á besta bíl í heimi en mér fannst það sem að hann sagði mér, það sem var að bera saman þennan bíl og bara þetta hafi verið svona eins og ráðherrarnir á svona Audi, það var svoleiðis klassabíl þegar ég kom inn í hann, hvaða bíl er þetta? Það var svo fínt og þegar hann suldi síðan upp getuna í bílnum og svo munaði 6 milljónum í verðinu sem var ódýrari kínverski bíll. Og þetta, ég svo sem lesið þetta annars staðar að þeir eru svo með batterið þeirra duga lengur og þeir eru bara búin að taka forystu. Þeir eru búin að taka forystu í ótrúlega mörgum sviðum. Það er ekki svo langt síðan, bara nokkur ár síðan að var alltaf að tala um það að þeir væru apa eftir. Þeir eru öfugt. Ef Vesturlanda búið alltaf að halda í við tæknina, þá var það að vera apa eftir kínverjum. Það er svoleiðis. Herðu, Guardian hefur alltaf verið með fréttir á Farage. Það er svolítið að hefur fylgst með því að það eru þeir sem voru með hann í skóla þegar hann var bara barn og unglingur. Þegar að tala um hann hafi verið svo mikill rasisti og aðdáandi Hitlers og svona og hann hefur verið að svara fyrir því að ef ég var með eitthvað ef ég var rasisti þá var það vel meint og hann er svona frekar segðu. En hann er í verri málum vegna þess að það er nú einhver sem var nú ágætlega hátsettur í flokknum hjá honum sem að sagði af sér vegna þess að hann hefði þegið mútur frá Rússum til að flytja málflutning þeirra og ég held hann að fengið 9 ára fangelsi. En núna er það komið þannig að þeir eru að brjóta kosningalög vegna þess að það þú mátt ekki eyða meiri peningum í kosningabaráttu nema bara. Og ég var þegar ég var bara frammi þá var verið að segja þess að frétt ykkur staðar. Og mér fannst það að vera svo lág Ég held að það bara verið eitthvað þeir hefðu bara mátt eyða eitthvað 36 milljónum eða eitthvað. Íslensku flokkandi leikast að fara langt yfir það Í kjördæmi? Nei, ekki á landsvísu. En hann er alltaf lentur í þessu
og það náttúrulega, þetta úr Guardian og Guardian ekki hreyfið af Farage, þannig að þeir birta linnulaust svona fréttir, af því að þegar þú ert efstur í skoðanakönnunum þá snúa sér allir að þér að reyna og maður sér það, þú veist, að hitna rækilega undir honum, sko, og hann hættur að vaksa í skoðanakönnunum, hann svona frekar að gefa eftir, það hann komin undir 30% í þessu nýjustu, hann sló svona upp í 34%, græningjarnir á mesta fluginu núna. En gamlu flokkarnir tveir. En sumið ekki þetta að vera stærsta fréttin á Breiðablikseyjum? Sala situr á bekknum? Já. Hann ekki svona á bekknum? Nei, settur úr hópnum. Bara hann upp í stúku? Nei, hann var settur á bekkinni eitthvað í 3-4 leiki. Og hann með 36 milljónir á viku í laun. Íslenskar, sko. Það bara svipa á Samstöðinni? Já, ég segi þetta, hann fær sérlega borgað saman hvort hann á bekknum eða ekki. En hann í fílu að hann fær ekki að leika í að stórt hlutverk og hann vanur. Hann hefur ekki verið lélugur, ég las það eitthvað þar. Það fer eftir hvernig maður spyr. Jú, það sennilega þenni ástæðu sem hann tekin út úr liðinu. Það gnýstir á milli hans og þjálfarans. Já. Og það bara annaður sem ræður. Hvor það? En þjálfarinn. Það ekki alltaf þannig. Nei, hann væri ekki búin að vera á bekknum og út úr liðinu, út úr hópnum nema því að þjálfarinn ræður. Ef þetta hefði gerst fyrir Messi í Barcelona, þá hefði þjálfarinn verið látið fara. Já. Er Sala ekki með þá stöðu í Liverpool? Nei, en samt, þessi maður búin að vera, tekið til þess mjög alvarlega þetta hlutverk sitt að vera svona til fyrirmynd, heimsækir sjúkrahús og... Ég hef stundum séð hann spila fótbolta. Hann ógeðslega góður í fótbolta. Alveg svakalega. Þannig að það má ganga ymsu, þessi settur út. En hann verður kannski seldur í janúar. Já, alveg verður. Og hvert getur svona maður farið? Til Real Madrid eða? Það vandræði þar, já. Og hvert getur svona maður farið? Jú, Real Madrid, það vantar eitthvað þar. En ekki svona ákvæði í þessum samningum sem að þessi liður með þeir með ekki, þú getur ekki selt hann innanlands. Þeir vil ekki mæta honum síðan aftur bara í Manchester City. Þeir selja hann eitthvað til útlanda. Örugglega frekar, Kannski til Saudi-Arabíu. Eða Bandaríkjanna. Hann ungur í það, hvað hann, 32 eða hvað hann? Já. Það nú samt ekki dólíklegt að hann farið lítið, ég meina... Hann í Egypti, ekki? Jú. Gott þú ætlir að taka 2 ár í einhverju liði á Ítalíu eða Spáni eða í París eða hvort þú ætlir bara að fara beint í stóru peningana í Saudi-Arabíu. En hann svo sem vanur góðum launum, hann á fyrir mat út af æfina. Alveg örugglega. Herðu, það frétt að RÚV að það var fannst verk eftir Kjarval. Íslensk listaverk út allan heim, segir þessi maður. Ég með myndaði málverkinu. Það ekkert sérstætt málverk. Nei. Það fór ekki á nema eitthvað svona 400.000 krónur. Hvað þetta? Ármannsfjall? Reynisfjall, nei, hvað það? Hvað heitir þetta? Hvað heitir þetta aftur? Nú veit ég ekki, Nei. Það mátti ekki spyrja svona. Við erum ekkert að gíska meira, Hans Mári. Við getum gert okkur að kjánum. Ég get bara komist að því að googla þetta, Já. Já, hann segir að sé bara, þetta sé til bara við heiminn, íslensk verk. Þetta er ekki fallegt verk. Það er ekki að vera að dissa Kjarval, Nei, það kyrfilega mert Kjarval og þá er það kannski stórt mál í þessu. Ég sé ekki svona í fljótu bragði af nokkru fréttum sem ég er búin að renna í gegn. Hvaða fjall þetta er? Nei. Þannig ég verði að svekkjaði með því. Já. Það var rykútt stendur þetta. Það fannst þetta í geymslu. Já. Og það var selt á 430.000 krónur. Nú ekki meira. Kostar kannski svona 700 skall kominga heim. Þetta er Vífilsfell. Vífilsfell? Vífilsfell maður. Ég ætti að vera búin að fara oftar þarna upp maður. Nei. Herðu, það er sorgarfrétt, það er kona sem dó, hún var elst Íslendingurinn, hefði orðið 108 ára 22. desember. Ég flettið upp að sá Íslendingur sem eru orðið elstur, hann var bara átti stutt eftir því að vera 110 ára. Það er ekki svo langt sem bara viðtal við þess ágætu konu í sjónvarpíu, bara mjög skýr og
flott, sko. Varum spurði að því hverju þakkar langlífið? Já, eflust, ég man nú ekki svarið. Hvað var bara að sjá marga fréttir af því, svona fólk út í heim, einhver svona þakkar að hafa drukkið rauðvín og annar þakkar að hitt. Ég hef aldrei vara með einu getur líka komið, ég borða bara að vera að borða. En ég slóði upp hérna í reiknivélinni bara fyrir þig, að ef þú nær þessum aldri þá áttu 36 ára eftir ólíuð, ertu ekki ánægð með það? Jú. Já, ég er ekkert með það að gera alveg. Nú? Nei. 36 ár, hvað langt síðan við myndum snúa þetta tilbaka? Það álíka langur tími og... Já, það akkurat bara helmingur. Helmingurinn æviðinni? Myndur ekki vilja fá... Já, þetta byrja på nýtt. Nei. Jú. Fengir álíka langa tíma. Já, ég geti stjórna þá seinna. Já, mér hérðan frá. Já, bara frá því þú varst 36 ára. Á ég þá að vera 106 ára hérna á samstöðinu eða hvað? Ég erum ekki búin að taka neina ákvarðanir að hafa ykkur aldurs hérna. Nei. Kannski ef þú mætir 106 ára þá kannski fyrir að hugsa það. Herðu, takk fyrir að vera með mér í fréttunum og Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út. Ykkur þakka ég fyrir að hafa breytt þessu tala okkar í fjölmiðlum. Minni á að hérna framundan rauðaborðið. Ef þú ert að horfa á YouTube eða á Facebook þá þarftu að bíða eftir nýju streymi. Ef þú ert að horfa í sjónvarpinu og hlusta í útvarpinu þá engar áhyggjur að hafa. Rauðaborðið í rétt handa við hornið. Loftslagsvísir Hellnaskers sýnir að losunarfrekustu fyrirtæki Íslands losuðu yfir 4,7 milljón tonn af koltvísýringi árið 2024 og heildarlosun jókst 9%. Með þessu viljum við minna á ábyrgð og gagnsæi. Gleðileg jól með von minni losun á komandi ári.